Á Íslandi ætti ekki að þurfa neina landnýtingu því að það var nóg af landi á Reykjavíkursvæðinu. Þessu landi hefur verið að mestu leyti rústað, því hefur verið bruðlað til einskis. Núna það náttúrulega bara staðhæfing fyrir það sem búið að gera. En af hverju erum við í svona stóru landi, af hverju verið að hugsa landfyllingar út allt? Það bara vegna þess að það hefur verið farið svo illa með landið. Og þegar það búið að fara einu sinni illa með land, þá það orðið ónýtanlegt. Það ekki, eins og þú veist, mjög erfitt að þétta byggð sem einu sinni komin í fasta skorður. Og þó að landið sé mjög illa notað, þá ekki hægt að bara þétta neitt fyrir þrýr. Og við konnumst við það voru 101 Reykjavík. 101 einn af helstu vaxtarbrotum í bænum. Og því miður hafa þessi nýju hverfi, það ekkert nýtt hverfi tekist að verða lifandi hverfi. Það eini hlutin af allar þessu stóru höfuðborgarsvæði sem lifandi. Og við verðum að halda lífi í því. Við verðum að halda lífi í 101 og næstu hverfum vegna þess að þetta borgarlíf eins mikils virði og jafnvel meira virði heldur en einhver stök hús. En ekki lífið mitt út af því að þarna svo fáránlega gömul og illa skipulögð hús á nútímamælikvarða? Nei, ég ekki sammáli. Reykjavík 101 sennilega best skipulagða hverfið í bænum. Já, en það var byggt áður en það var nokkuð skipulagð til. Nei, það alls ekki rétt. Reykjavík var alltaf verið skipulagð. Hún var alveg skipulagð frá því að Danir komu fyrst og bjuggu til Aðalstræti og Hafnarstræti, það var skipulagt. Og það var Reykjavík hefur aldrei verið óskipulagð. Og þegar Reykjavík 101 góð borg vegna þess að hún mjög skynsamlega skipulagð. Þétt? Mátulega þétt. Ekki að þétt, mátulega þétt. Og hún hefur alltaf þést smá saman. Og þetta náttúrulega mikið viðkvæmnismál því að við megum ekki láta ykkur að, ég verð að sleppa þessu orði, ég verð að sleppa því út mér á yfir, að það þarna á ferðinni auðvitað brask. Og það brask og braskarar, ég vil nú fá að segja hver mín skoðun á því, að það náttúrulega óvinnur borgarna. Vegna þess að þá að ræða að það ekki menn sem vilja byggja eins og bæjarfélagið eða einkaaðilar sem vilja kaupa lóðir eða eignast lóðir til að byggja á þeim. Heldur það menn sem eingöngu að kaupa til að reyna að komast í þá aðstöðu að selja það á hærra verði. Og þetta yfirleitt þetta mjög slæmt fyrir þróun borga. Og að ef að húsamyndun byggist á því að koma í veg fyrir brask, þá ég auðvitað sammála því. Að þegar við eigum að koma í veg fyrir það. Og ég vil taka fram að í flestum borgum Bandaríkjanna hömlur við þessari tegund af braski. Nú Bandaríkin þessi þjóð sem við erum að dástað þeirra frjálshyggju og öllu því. En í öllum þeirra borgum, helstu borgunum, ykkur tegund af bönnum við braski. Við höfum að koma veg fyrir það að borgin þróist vegna þessara afla. Ef borgin þróast vegna þess að það fléttist inn hagur íbúanna, það að segja að raunverulega góð þéttbyggðar það að hún sé að þróast á jákvæðan hátt. Það að segja að koma meira borgarlífi inn í hana. En ekki til að auðga einhverja fáeina aðila sem yfirleitt gera það að þeir stoppa þróunina og byggja mjög léleg hús ef þeir byggja þau þá. Vegna þess að lóðirnar eru orðnar svo dýrar að þeir bæði get ekki byggt almennileg hús og vilja það ekki heldur. Þeir eingöngu gróðasjónarmið sem einhvern veginn í íslenska kerfinu hefur ekki tekist að ná utanum.